Jæja, það var undirbúningur svona að hefjast eða ekki og bara svona með bjartsýni í huga. Já, það er nefnilega, það fylgir alltaf allan á byrjuninu í janúar sko. Þetta er svipuð tilfinning, það er einmitt, það er bjartsýni, þú ert spenntur en samt alltaf líka ykkur óvissa, við erum að hittast aftur og fá hlutina til þess að rúlla og fá rúlla í rétta átt, þannig að þetta er rosa svipuð tilfinning og oft áður en alltaf einhvers staðar er bjartsýni. Það er 2 mánuðir síðan að þið voru saman síðast og svona kannski ekki margt breyst sjálfum sér síðan? Nei, ekki margt, annað en náttúrulega Ómar var með síðast, er ekki með núna. Það er náttúrulega kannski stærsta breytan í þessu að það er lykilmaður dettur út og þarf aðeins að föndra í kringu það á þess að þú umturnir ykkur hlutunum og ég er ekkert þessi almenni áhugamaður sjá einhvern svakalega breytingar en það er kannski svona eina breytan í því svona frá því síðan það var síðast en að öðru leyti erum við bara að vinna í okkur hlutum, sömu hlutum og kannski við höfum verið að gera en samt líka svona aðeins að reyna að bæta við. Breytir þetta svolítið tempóinu í leiknum að missa Ómar og setja Viggo kannski stærra hlutverk? Já, það kemur örugglega til með að gera það eitthvað. Það eiginlega segir sig sjálft. Það er kannski maður sem hefur spilað lykilhlutverk og hlutirnir svolítið svona byggður upp líka í kringu það, þá breytist þetta einhvað en ég sagði nú líka síðast, þeir eru ekkert alveg óþekkir leikmenn sko, þannig að Viggo þekkir þetta allt, þannig að við þurfum ekkert eins og segja umturna ykkur og þetta er meira kannski ykkur finstillingar, þetta er meira kannski Teitur sem við þurfum aðeins svona að fíla, þannig sé ég fyrsta skipti á æfingum með hópi á mér og ég er bara svona aðeins að þreifa honum og sjá hvar við getum nýtt hann og hvar hans styrkleikar nýtast okkur. Og framöndan náttúrulega þessi dagar hérna heima og svo leikir út í Svíþjóð og 2 svona leikir svona kannski í léttara lagi. Þannig að þetta er svona talsverður undirbúningstími eða hvað? Ég svona sem þjálfari finnst þetta aldrei vera nóg sko, þú ert alltaf einhvern veginn leita eftir einhverju meira en ég er bara nokkuð sátt undirbúninginn og við þurfum bara að nýta tíma vel, við þurfum að hver æfing telur og fórum vel yfir það í gær á fundinum að allt sem við gerum illa á æfingunum er einhvern veginn dýrara þegar tíminn er naumur og þannig að við þurfum bara að vera einbeittir og skarpir í því sem við erum að gera og svo kannski fyrir okkur þjálfarna bara aðeins að velja hafna hvað við viljum leggja áherslu á og hvað okkur finnst vera að henta og sjá til þess að við séum bara á sem bestum stað strax 16. janúar. Þú kallar að létta leiki þá vonandi verður hann það en hann verður það ekkert nema við séum á milljón og 100% klárir í að gera það almennilega því að öðruvísi verður þetta ekki auðvelt. Nei, það verður ekki framkvöldluð einhver stórleikur gegn Slóvenum í síðustu umferð ef að menn hafi ekki verið á fullu gasi í hinum tveimur? Já, bara svolítið þannig. Það er yfirleitt, það er alltaf ykkur vísbendingar í undirbúningnum og þú vilt sjá hlutun að vera að tikka fyrir þig og í rétta átt og það er eins með 7 leikina þó svo til 7 æfingarleikir þú setur að prófa og vega og meta hluti þá þarft að við þurfum bara að fá þetta til þess að rúlla í rétta átt og virka fyrir okkur.